Félagar, ég vil byrja á því að óska til hamingju nýjum félagum í hópi mótmælenda. Fögnum vel og innilega lögreglunni og styðjum þá heilshugar í þeirra kjarabaráttu. Guðmundur Ingi Kristinsson heiti ég og ég öryrki eftir umferðarslys og ég framboði til stjórnar VR, þeirra sem kenna sig við virðingu og réttlæti. VR-félagar sem hér eru kjósið ellista lýðræðis og okkur 3 næstu sem eru í einstakliskjöri. Hvetjið aðra félaga einnig kjósa og gerum VR þess virði að bera nafnið virðingu og réttlæti að nýju. Þá er það heimili. Hvar er lausnin og skuldavanda heimilina? Hún er engin. Ríkisstjórn og verkalýðsfélög að skamma sín fyrir aðgerðaleysið. Það á fyrst að afskrifa af heimilum, ekki útrása kúlulána sjálftökuliðinu. Það á fyrst hvað er því gætu endurfjármagnað lán heimilisins með því að borga bara 2 aura fyrir hverja krónu láns. Hugsið, það væri 20 milljóna krónu lán orðið að 200.000 krónum. Er þetta fáránlegt? Nei. Þetta gerðu Bakkabræður Ágúst og Lýður Guðmundssyni en þeir stálu Bakkavör út úr Existu. Hvað gerðu lífeyrissjóðirnir? Ekkert og semja bara við lögmanna Bakkabræður að gefa þeim lífeyrissjóðsgreiðslur upp á 100 milljarða króna. Er þetta eðlilegt? Samtök atvinnulífsins út úr lífeyrissjóðnum, verðtrygginguna burt, nýja stjórn fólksins í lífeyrissjóðna strax. 300.000 milljónir tapaðir hjá lífeyrissjóðnum. Það er tapaður lífeyrir 15.000 lífeyrissjóðsfélaga sem greitt hafa verið að þeim í 40 ár. 40 ár að greiðslur 15.000 lífeyrissjóða tapaðir. Skattar upp á 120 milljóna eignir tapaðir. Halló, eigum við að gleyma þetta þegjandi og hljóðalaust? ASÍ er fyrirtæki í dag, ekki verkalýðsfélag. Gerum ASÍ að verkalýðsfélag aftur eða bara leggjum það niður, það kostar milljarða ári að reka ASÍ. Stöðum hérna óaðskiljanlegu síðastvíbara Gylfa frá ASÍ og William hjá Samtökum atvinnulífsins. Hverum við barnið þeirra verðtryggingardrauginn sem er að drepa heimili með að sökka þeim í skuldir. Bílalánin tölum að þau, útrása kúlulána þegar á game over með 7 milljónir að skuld, afskrifaðar 3 milljónir. En venjulegt heimili með 2 milljónir skuld á heimilisbifreiðinni, afskrifaðar 200.000. Hvaða óskapnaður er þetta? Þetta getur ekki verið þeirra réttlæti er það. Nei, það er mun verra. Því þeirra óréttlæti var að fæðast hjá Jóhannu og Steingrími og það eftir auðvelda og stutta meðgöngu. Greiðslu aðlögunar skrímslið er nafni á króanum. Afskriftir í greiðsluaðlögun skatlaðar upp í rjáfur. Sá sem hefur sparað alla sína hunds og kattatíð og á 20 milljónir í íbúð sinni fyrir hrun, þær eru farnar. Ævisparnar hvarf vegna græðgi útrása kúlulána sjálftökuliðsins og veldu því að afskrifa þar 20 milljónir og það til að hann fari niður í 110% skuld á ekkert. Skuldar 4 milljónir króna þarf að borga skatt af afskriftunum, skatt upp á rúma 3,6 milljónir eða 100.000 króna á mánuði næstu 3 árin. Í hvaða draugaheimi lifa þessi menn? Er þið sáttið þetta? Bakkabræður Ágúst og Lýður er að stela 40 milljónum út úr lífeyrissjóðnum okkar það skattlaust. Eins er 100 milljóna sem er í skattaskjólum með aflandsfélögum Guernsey, Mön og Tortóla. Hvað þá milljarða hundruð sem þegar er búin að afskrifa af völdum vinum hér heima. Við gerum kröfum að það verði byrjað á okkur, er það ekki? Tölum tengsl og spillingu í stjórnsýslu Íslands. Hann er á launu hjá ríkinu, hann er hjá yttrum eða skriftum eins og réttnefnd væri, þá er hann með lögheimtun og prakta lögmannastofu. Hann er Ásgeir Tórason hættursmaður og er í gjafsóknarnefnd á við ríkisins, það fyrir lögmannafélag Íslands. Ásgeir var einnig í stjórn Kaupþingsbanka sála, Skeljús, Plastpress og fleiri. Þá er hann enn í stjórn Bakkavarar og Vís með vini sínum Bakkabræðum hennum nýju Ágúst og Lýðu Guðmundssyni.
Halló, ekki fáránlegt að maður sem átti þátt í bankahruninu eignir innheimta í gegnum skriftum eignir fólks og það á launum hjá ríkinu í Gjafsóknarnefnd til hvers? Þetta spilling og það verður að stöðva strax. Atli Gíslason, Vinstri-grænum og ráðherrann Árni Páll lofuðu Silfur Egilssyni síðustu kosningar að breyta lögum Gjafsókn. Auðvitað brutu þeir loforðin. Tengsl innan sömu fjölskyldan frá exista í fjármáladeild, Hæstarétt, Viðskiptaráðið, innistæðu tryggingarsjóð og samninganefndar Icesave samningin sem felldu af 90% atkvæða. Það ekki í lagi. Það ekki í lagi einelti gagnvart almenningi af valdhöfum stjórnsýslunnar, fjölmiðla og fleirum. Stöðvum svona ofbeldi strax í fæðingu með því að láta í okkur heyra. Og ótti vopnin sem útrásarkúlulána sjálftökuliðið notar og það með herlögmanna að störfum með lög og reglur sem skotvopn. Lögmanna kringu græða á varnarlausum heimilum og fyrirtækjum í hrægammadansi eftir síðustu krónunum. Nýja vopnið þeirra handröðsum á heimilin ef fréttir eru réttar. Bóndasjóðir sjóa fóru til Tortóla, þaðan til Kína í luxusíbúðir og komstu tilbaka sem sundlaug á Álftanesi. Góðir, sundlaugin skuldsett fyrir 2,9 milljóna fáránlega syndaþáttur fyrir ríkið í bóndasjóðnum. En hvar eru bóndasjóður Víð? Hann í ríkisskuldabréfum? Bréfum í Nígeríu og Zimbabwe? Tölum laun og bætur. Stjórnarformaður Íslandsbanka hefur ekki vitað rekstri banka, segir Sögn, fær rúma 500.000 krónur fyrir. Listamannalaun 266.500 á mánuði og ég ekki á móti þeim því þá eðlilega framfærslulaun ekki undir þeirri upphæð. Prestar segja að laun biskups sé allt of lág, en þau eru 999.000 á mánuði. Þá getur biskup sagt: sælir fátækjar á 160.000 launum og eiga ekki fyrir mat því þeirra himnaríki. Allir verða að eiga fyrir mat og eðlilega framfærslu. Allir, og það strax. Það ekki? Það að níðast á fólki með því að láta það standa út í frost og snjóbíl við matagjöf. Getur ríkisstjórnin og verkalýðssamtökin ekki séð sóma sinn í því að útvega húsnæði til þess að matagjöf fari fram innandyra en ekki allra viðvist við fjölförnasta veg landsins.